Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, það eru reynsluboltarnir hérna á rauðaborðinu, eða við rauðaborðið. Til minni kom Vilborg Oddsdóttir, hjálparstarfi kirkjunnar. Já. Margrét Sanders, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ. Guðmundur Þórnar Ragnarsson, fyrrverandi formaður félags vélstjóramáldæknimanna og setið í stjórnum lífeyrissjóða, þegar við ætlum tælum kannski hvað þá hérna eftir. Og svo Þorsteinn Sæmundsson, varaþingmaður fyrir Miðflokkinn. Við erum öll velkomin. Takk fyrir kærlega. Takk. Sko ég skrifaði næsta hjá mér, byrjum á Snorra Másinni og viðbrögum við því sem hann sagði. Hefur þið þetta? Já. Og náttúrulega ekkert annað rætt á kaffistofum held ég. Land allt. Nei. Ég heyri þetta ekki. Ég aftur á móti, kannski er þetta bara vini mínir. Það er allt kolvitlaust á samfélagsmiðlum. Já, það er það. Svo sér. Já, það er rétt. Er það hakk fyrir flokkinn? Nei, það held ég ekki vegna þess að sko ég heyrði reyndar ekki allan þáttinn. En það sem upp úr stendur hjá mér er það að það er, hvað ég segja, hvað megum við ræða. Og nú er allt í einu spruttur hann tvær góðar konur, landlæknir og biskupinn, og þær vilja verða einhverjir umræðustjórar. Og það má ekki ræða einhver mál og það getur vel verið að einhverjir menn vilji og konur vilji krossfesta Snorra Másson fyrir hans skoðanir. En hann hefur bara rétt á sínu skoðunum eins og aðrir og hann hefur rétt á því að færa það fram. Og eftir því sem ég búin að sjá á miðlum núna, ég búin að kíkja aðeins svona á, þá það þannig að ég sé ekki sjónamun á því hverjir hneykslast ægilega á því sem hann sagði og þeir sem eru sammálunum. En eins og ég segi, það er ekki aðalatrið í mínum huga, heldur aðalatrið. Vertu sammálunum eða? Sko eins og ég segi, ég heyrði nú ekki allt sem hann var að tala um. Ég er hins vegar algjörlega sammálunum með það að við eigum að fá að færa fram okkar skoðanir. Já. Ég er hins vegar líka sammálunum með það og það hefur nú ekki komið fram mjög víða því sem hann sagði að auðvitað er öllum frjálst að lifa eins og þeir helst kjósa. Neyjast af þeim sem þeir neyjast af. Það eru engir athugasemdir við það. Og það er hins vegar eitt sem ég er búin að velta fyrir mér. Ég er náttúrulega kannski aldurinn sem segir til sín að það eru sko, hvað ég segja, jaðarsettir hópar í þjóðfélaginu hafa fengið að mínu áliti með mismunandi mikla athygli. Og nú segi ég aftur, ég vill að allir lifi eins og þeir helst kjósa, svo fremur að það sé ekki á kostnað einhver annara eða þeir sé ekki meiða einhver aðra, að þá kemur mér ekkert við hvernig fólk haga sínu lífi, ekki nokkuð. En ég segi hins vegar að það eru hópar, hliðsettir hópar í þessu þjóðfélagi sem fá ekki alla þessa athygli. Og þá ætla ég að taka nærtækt dæmi sem eru aldraðir. Og ég hefði til dæmis mjög gjarnan vilja sjá biskup Íslands og landlækni koma fram með sama hætti og jafn ákveðið og tala til dæmis ofbeldi gegn öldruðum sem að núna hefur ekki við mikið rætt en er smám saman að koma upp á yfirborðið og er greinilega miklu meira heldur en að við höfum gert okkur grein fyrir. Þannig að ég held að það sé allt í lagi að fleiri hópar, minnihlutahópar eða hvað við viljum kalla þá, fái meiri athygli heldur en hefur verið. Þorsteinn, ég var alls að segja það, sko. Það er að mismættu, innan hóp aldraða er mikið af fólki sem er unni í félagsmálastörfum alla ævi og kann að tala fyrir sig og sinn hóp, við vitum það. Og nú er að fara að staða ráðstefna hér í næsta mánuði ofbeldi gegn öldruðum. Þannig að við getum ekki líkt þessum tveimur hópum saman og þú sem kjörinn fulltrúi, þá verður að passa hvað þú segir, þú getur ekki sagt hvað sem er, þú ert kjörinn fulltrúi og launum frá okkur almenningi. Og ferði starfsmannaviðtalinu svona 4 ára fresti. Já, það maður þarf að passa hvað maður segir og þú getur ekki líkt því að þetta sé hugmyndafræði þegar fólk er búin að berjast við lengi að koma út úr skápnum og vera trans eða hvað sem það er og svo færðu bara slengt fram með þetta sé hugmyndafræði en ekki hvað þú ert. Og þú verður sem einstaklingur sem kjörnir á Alþingi eða
borgarfulltrúi hvað sem að passa orðin þín, þú ert fyrirmynd, þú hvetur aðra til dáða. Maður þarf að virkilega passa hvað maður segir og ég bara, veistu, þannig get ég verið ósama að Snorri sama hann hefur verið ekki í innflytjendamálum. Hann svolítið að hræra í skálinni og kannski, og svo bakka hann tilbaka og hefur þá kannski ekki stjórn á því hvað kemur upp úr henni, en hann kannski frumkvöldin að hræra í henni. En þín? Þetta náttúrulega, ég svona, finnst það svona, þessi umræða allt í lagi, því að maður hefur náttúrulega verið að fylgjast með þessu og reyna svona átta sig á þessu bara í gegnum árin og svo skilgreining, það alltaf verið að tala einhverja hatursumræðu. Ég þekki bara engan í kringum mig sem eitthvað móti fólki sem aðeins öðruvísi og hefur bara enga skoðun á því. Hins vegar það sem ég hef oft sett spurningamerki við kannski, það kemur svo einhver og segir, betur, ekki bara 2 kyn? Og þá finnst mér einhvern veginn að ef einhver vogar sér að segja það þá hann komið með einhverja hatursumræðu þetta mál. Ég fyrir 4 ára síðan þá fór ég bara að googla þetta til þess að reyna að setja mig inn í þessi mál og þá á Íslandi eru þá allavega 18 félög einhverja kynhneigð og maður var svona að reyna að uppdata sig eitthvað neginn en síðan finnst mér bara eins og þetta eins og hann var að segja, ég bara alls ekkert á móti þessu fólki, en hann var svona, mér fannst hann bara verið að segja, býtu, en ekki bara 2 kyn, í grunninn. Og svo bara spurningin, má hann ekki halda því fram? Ég ætla ekki að hafa neina skoðun á því, en mér finnst það ekki... Vilborgar að benda á, hann alþingismaður, hann hefur svolítið stóran ræðustól. Já, en það sem ég var að segja í upphafi, ég búin að reyna að skilgreina þessa hatursorðræðu og maður hafa stundum verið að svona, maður verður alveg var við þessu umræðu eins og til dæmis tökum bara skólakerfi. Það búið að banna prestum að koma og halda ykkur, og það eru jólaskemmtanir í skólunum eins og var litlu jólin. Presturinn koma kannski og segja fallegar biblíusögur sem eru náttúrulega ekki bara mannaukandi að hlusta á. Maður að vera bara fallegur, ekki að stela og svoleiðis. Það búið að henda því út, svo koma samtök 78 þau með að vera með kynningu í skólunum. Það er svona hluti sem fólk kannski, svo getur vel verið að eins og menn sem er komin á þennan aldur að maður þarf aðeins að forritið þarf aðeins að fá að melta þetta skilur. Þetta eru svo örar breytingar og hraðar. Öll þessi gildi sem okkur var kennt inn í gamla daga, þau eru öll að fara en það er ekki það með sagt að þú meir ekki stoppa við og spurja býtu já, þetta svona, virkilega, eða, þetta svona? Og ef þú hefur einhverja skoðun, finnst mér að þá þú allt í einu, eins og ég óttur að segja, varandi mína skoðanir sem ég stundum að segja, að þá maður bara stimplaður miðaldra sköllóttu hvítu kallmaður, og sem bara gamaldags og púkó. En ég vil meina að margt sem ég að segja bara ekkert svo vitlaust, en þú skilir hvað meina. Og þá kemur þessi spurning, það eitthvað fólk út í bæ sem til þess að vera í þeirri stöðu að geta ákveðið hvað má segja og hvað má tala Ég bara ekki... Ef að einhver orðræða særir einhverja... Sammála, en það er svo mikið að veiku fólki. Nei, en það er veikt fólk sem er í þessari haturs. Auðvitað hef ég séð þetta eins og allir aðri. Og ég sem maður hugsa bara, Guð minn almáttugur, hvað þetta fólk á bátt. Sem er að setja sjálfan sig svona á netmiðla og opinbera sjálfan sig. Þar er veika fólkið. Silli. Margrét. Já, ég er kannski þarna einhver millikynslóð sem að þarna ég held að ef við förum í eldri kynslóðina sem að er enn eldri en ég að þá held ég að það hafi verið meiri tolerance bara eða miklu víðari hugmyndafræði hjá þeim heldur en mörgum ungum því að bara þegar Vigdís á forseti, hún hefur gríðarlega stuðning hjá eldri hópnum og það var þá konur og kallar og eitthvað. En varðandi þetta mál, þá vil ég segja að mér finnst alltaf vont þegar að einhver segir eitthvað, hvort sem að er vinstri, hægri, hugmyndafræði eitthvað og honum finnst að vera hugmyndafræði henni eða eitthvað svona og það er bara landi og miðin ráðast að einstaklingnum og það er meira að segja þegar einhver fyrrverandi farin að tala að þetta er hræsni hjá þér og farin að þetta er allt í mannin, aldrei í boltan og þarna kalla ég svolítið eftir að við reynum og af því ég sagði áðan, ég hlustaði ekki á þáttinn en þarna var auðvitað búin að heyra af honum en mér finnst bara ef við aðeins tökum þetta á yfirvegaðan hátt það sem að trufla mig varðandi konur, karla og fólk með hlutlausa skráningu í þjóðskrá eins og þetta er skilgreint í lögum
það að við göngum alltaf lengra Íslendingar heldur en annað og það að íta á einhverja takka hjá hinum almenna borgara. Við skulum nefna sem dæmi að þú sérð sjaldnar og sjaldnar konu og karlaklósett og svo hlutusklósett eða fallaklósett eða bara það einhver klósett sem ekki skilgreind konu og karlaklósett. Við sáum þetta mjög sjaldan. Við sjáum bara hérna salerni. Við konundar erum mjög viðkvæmur fyrir þessu. Sérstaklega að ferðin á skemmtistað, bara mikið að drukkur fólki, eins og ég sé alltaf þar, sérstaklega yfir unga fólki talað þetta, að þar eru ekki lengur endilega kvennaklósett og þetta eru bara áhættu þáttur. Síðan fór ég á fundi í Brussel. Ég höfuðstöðvar í ESB, það sem verið að benda á að þar sitt allt komið, allt þetta vonda, sem bara ekki rétt. Þar voru kvenna og karlaklósett og engu þótti það eitthvað tiltökum mál í höfuðstofunum. Þannig að ég held að við erum kannski að ganga og langt af því að við eigum, við skulum athuga það að þetta fólk í mjög viðkvæmri stöðu og það kannski það og þess vegna þetta svo miklu tilfinningar. En það þýðir það ekki að það sé skotur eftir einhvern annan. En ég held að við þurfum að fara ofar með þetta, við þurfum að fara með eins og bara sem dæmi að það eru jafnréttislög í landinu og síðan var Viðreisn að berjast fyrir þessari jafnlaunavottun sem að margir höfðu efasemdir og eitthvað svoleiðis. Þar eru gerða greiningar. Þar markmið lagana að konur, bara það sagt í jafnréttislögum, að konur að þær hafa borið skarðan hlut og þess vegna þarf að leiðrétta það og þess vegna voru þessi lög sett hluti af þeim og þessi jafnlaunavottun innleidd. Og á sama tíma kemur að þetta með kynfrelsið og allt það sem bara fínt en hvað ætlar að gera bara í lögunum það þyrfti svolítið út þessi barátta. Við eigum að vera opin fyrir fólki með hlutlausa skráningu og við eigum alveg að tala vel það en það þýðir það ekki að við getum ekki talað kvenréttindi. Ég ætla bara að tala kvenréttindi og eitt annað. Ég hef alveg kallað mig kvenmann og ég hann, kvenmaðurinn og það bara íslenskan. Ég ekki sammála þessu óhæði í málinu til dæmis en það kannski bara brenglu mína og málvenjan kannski og ég hef heyrt það hjá ungu fólki og líka eldra. Þannig að mér finnst að blanda svolítið saman bara þessum bara hugmyndum hlutlausa skráningu þjóðskrá og svo einhverju allt öðru sem að fólk sem með hlutlausa skráningu þjóðskrá efast að það sé eitthvað að berjast fyrir þessu sem að við erum að ímynda okkur að þessi að berjast fyrir. Það sem mér finnst mjög slæmt ég var að horfa á gær þáttunum hatursorðræður sem kom bara á mjög góðum tíma þarna í gær og það var ung transmanniska sem segir það að til dæmis þegar hún einstaklega í strætisvagninum og ykkur að gelta, það enginn sem stendur upp, það enginn sem gerir neitt til að aðstoða, að segja, bara það að standa upp og setjast við hliðina eða bara segja, heyru, hvað gangi? Eitthvað geltur út á götu að einhverju slemmi samkynhneigður eða eitthvað, við almenningur, við látum þetta bara viðgangast og það finnst mér svo hættulegt. Þess erum við komin þegar samhygð okkar bara, við lítum undan. Það finnst mér eiginlega að vera allra hættulegast og við þurfum svona samfélag að segja með hverjum stöndum við. Erum við ekki akkurat þarna með lykilinn af þessu sem við erum að reyna að segja þetta? Það það að tökum það sem skiptir máli. Ég meina, það líka fyrir fólk sem erlendum brotin eða ekki með sama litarhátt og bróðurpartur Íslendinga, það að lenda fyrir árósum í strætó. Algjörlega. Og það þetta, akkurju, ég á eftir að deyja í rétti, af því að ég kemur alltaf í vandræði, einmitt af því að ég var alltaf að skipta mér af þegar einhver órétti beittur. En það ef það væru fleiri þannig, þá myndi kannski maður lendi í vandræði með það. Við þurfum fleiri þar. Mér langar svolítið að koma inn í það sem ég finnst þetta mál Snorra Mássonar, að ég sem fjölmiðlamanni, að þá það, hann segir þetta í einhverju podcasti. Við fullir virðingu fyrir því að það náttúrulega vekur ekki eins miklu athygli og kastljós. En hann segir eitthvað sem fólk getur skilið á ýmsa vegu og sært og meitt jafnvel. En þá tekur ritstjóri Kastljós ákvörðun það að fá hann til að endurtaka það sem hann hafði áður sagt. Þetta finnst mér ekki sterkur leikur í fjölmiðlunum Kastljósi að gera þetta. Þetta var
komið, það var búin að segja þetta og þarna sér einhverju sko fram á það að hann geti náði einhvern hasar eða eitthvað og svo tókst hann bara svo ekkert vel að stýra þeirri umræðu. Það er reyndar, svo ég bara benda á það augljósa, að það er nú ekki á hverjum degi sem Miðflokksmenn eru kallaðir í Kastljós, þannig að það er nú kannski bara þannig að menn kannski velja sér tilefnin af einhverju öðru heldur en svona fullæri fréttamennsku, en það er eitt sem ég vil líka aðeins koma inn í, að það er það að mér finnst persónulega, nú er ég komin út í mér finnstisma sem er ekki gott, að að það er verið að taka fram í umræðu, ég vil gengisfella ýmis orð. Mér finnst til dæmis að orðið hatursorðaða hafi verið gengisfellt og við erum það er komin upp svona einhver fórnarlambakúltúr á Íslandi. Sko, ég held með KR og ég er búin að vera framsóknarmaður og ég er núna Miðflokksmaður. Ég kannast alveg við hatursumræður, sko. Já, þeir segja þarna, sko, að þessi meiri andút í garð Miðflokksmanna en transfólks. Þetta kemur bara frá Miðflokknum bara núna rétt þessu. Já, ég get alveg, ég meina, sko, ég kempi samfélagsmiðla allt nokkuð og sko, nú ætla ég ekki að detti þennan gír, sko, alls ekki. Nei. En þetta er alveg bara, sko, ef einhver þarf að hallmæla einhverjum, sko, þá hjálpar það mjög ef hann er Miðflokksmaður, sko. Það er bara svoleiðis. En ég meina, ég tek þessu bara, sko, eins og félagið mér segir, maður tekur þetta á bolinn og hendur hún svo í þvottavélina kvöldi. Þannig að ég ætla ekki að detti í einhvern fórnarlambakúltúr hérna. En það er sama, Miðflokksfólki finnst þetta, það er á tilfinningunni að það sé meiri andu í þeirra garð heldur en annara. Já, eins og ég segi, ef mann kempa smá þjóðfélagsmiðla eða samfélagsmiðla, þá sjá menn þetta bara með... Þá er ég nú rétt upp hönd og segja, við höfum gert marga tilraunir til að bæði til að fá formannin og þingflokksformannin til okkar hérna. Nú. Já, og hvorugur svarar okkur. Ég skal koma því á framfæri. Já, gerðu það fyrir okkur. Það myndi ekki væsum á hér. Nei. En þetta er hérna eitthvað svona... að vera flokka fólk. En ég vil samt taka upp hanskan fyrir Kastljós með þetta vegna þess að podcast eða TikTok og þessir alls konar spjallþættir sem að eru bara, það er mjög einfalt að kasta múti kosmosið, þeir hafa gríðalegt áhorf og þarna er kannski eflaust, veit ekki, er kannski Kastljós að fá eitthvað til þess að svara fyrir að þetta sé kannski ekki nógu gott að tala svona frekar hinsinn eitthvað sem ég veit það ekki. Nú er ég vanur fyrir þetta sjóru og ríðstjóri að það finnst mér ef að kemur einhver staðar einhver orðlútur eða eitthvað sem segir eitthvað auka bátnum þá bara en hann er reyndar með mjög mikið fylgi á þessum miðlum, hann Snorri. Þetta er ekki hans miðl held ég. Nei, ég meina hann er mjög vinsæll þegar hann kemur fram og það er mikið hlustað á það sem hann segir, sko. Já, en auðvitað er þetta náttúrulega bara eins og kom fram á það eins og hann var að tala um gamla fólkið og annað, það er náttúrulega, það er að myndast og svona alltaf að þróast meira, allir hópar vilja reyna að ná athygli á sín mál og þetta er orðið svolítið svona slagsmál athyglina og maður er alveg sagt að okkur er ekki einhver dagur fyrir gamla fólki að rölta niður hérna Laugaveginn og með tónleika og læti og til að vekja athygli á sínum vandamálum sem eru svoleiðis eins og snjóbolti að aukast hérna í þessu landi. Þannig að það er alls konar svona, sko maður ég stundum sagt svona, þarf ekki bara að fara líka að stofna einhver samtök venjulegs fólk, sko, því að við þurfum alltaf að bakka og borga, sko. Skilur við? Þannig að... En ég finnst það reyndar, sko, þetta gay pride, þannig að ég er alveg á því að það er bara frábært að það sé. Og ég er ekki á móti því, sko. Nei, ég veit það. Ég bara segja að það er allir að slást athyglina, reyna að ná svona mikið athygli, sko. Og það er ég líka að hugsa að þegar það er svoleiðis, að þá er það líka, sko, þá verður svo barátta sem er verið að berjast fyrir bara svona, fyrir raunverulega minni hlutahópa, að þá verða þeir bara ekki, komast þeir ekki að, eða þú veist, þetta drukknar í að eins og þú segir, ég tók að þessu í Bandaríkjum þegar ég var í náminu, þú veist, lögin þar, að ég meina hvítur miðaldra kallmaður, ég veit ekki, ég hugsa hann fáum bara ekki vinnu, sko.
Því að það bara, þú veist, þetta discrimination, sko, eins og þið segja alltaf, það bara að mismuninin, að þú ert að fá, sko, þú þarft að passa að svartu maður fái vinnu og konan fær vinnu og þarna, ef þú ert of gamall, að það sé ekki að mismuna þér Við erum fórnarlömb sem ekki hvítur fólk. En ég er bara að segja að það líka getur Við erum í öllum hópar, við erum í öllum kóranum, gólfinu, Lions, frímúrum, sóroptimistum, við erum þar og þar vinagreiðarnir og allt það, og það kannski ekki minnihlutahóparnir. Við, þetta millistjættin og allt það, við erum þar. Þannig við getum ekki kvartað í alvörunni. Bara, þú veist, við skulum ekki, en það er alveg rétt með þessu hópa. Við hérna í Íslandi, af því að það er svo lítið takmarka fé sem verið að stýðja við minnihlutahópa og alls konar, þá þarf að berjast. Það var ekki fyrir en bara hérna með síðustu ríkisstjórn að það var fyrsta skipti sem að þú kannski fengið samning við ráðuneytið að vera með verkefni sem var kannski til 2 ára eða 3 ára. Þannig þú veist alltaf hver einustu áramót lifi ég eða dey. Og þá þetta að vera að klóra augunum hvort öðrum. Það var bara boðið upp á þetta. En sem betur fer nú alls smá breytingar í því. Og svo erum við bara með tískufyrirbrigði. Nú tíska að hjálpa svona hóp og það gleymist hinn. Við erum bara þannig mikið Finnur þið í þínu starfi? Ég finna í mínu starfi að fátækt ekki inni núna. En að fátækt inni í hruninu og fátækt inni í COVID. En við erum ekki inni núna. En þú veist þó að við séum svo grunnur af fólki sem aukin sjálfsvígshætta, meiri notkun heilbrigðiskerfinu, notkun á geðlyfjum, öllu mögulegu sem þegar þú býrð fátækt. En við erum ekki inni núna. Það alveg svona, ekki á sveitarfélögum allavega. Við erum ekki inni þar. Og ekki, já, þannig þið þurfa að betla út. Það þurfa öll samtök þurfa að betla út og það ég fyrir stöðu, ég þarf að betla fyrir laununum mínum. Við þurfum ef ég ekki þenn mikið vinnunni og við sýnum ekki fram að við séu góð og þannig það hjá öllum félagasamtökum að við þurfum að betla fyrir laununum okkar og þess vegna þetta væl og þetta klór út af því. Ef það væri bara sest niður og gera samningar, starfsamningar og að faglegu mati og svona, þá þurftum við ekki að vera þessu klóri og betli og væli. Bara því miður, en þetta bara veruleiki sem á Íslandi. Ég var reyndar núna, ég skaust inn á Alþingi einhvern tíma fyrir árinu og þá setti ég inn fyrirspurn og ég á eftir að vinna úr svörunum. Þar sem ég bað útlistun á því hvað svokölluð frjálsfélagasamtök hefðu fengið á fjárlögum og öðruvísi frá hverju einu ráðuneyti síðastliðin 5 eða 8 ár, ég man ekki alveg hvaða tímabilið tók, en ég á eftir að vinna úr þessum svörum vegna þess að sko ég hef unnið í ráðuneyti og þá var maður var við það að það eru hinnir og þessir hópar sem að kalla sig frjálsfélagasamtök sem ekkert endilega að vinna eitthvað í almanna þá ef við getum orðað það þannig á sama hátt og hjálparstofnunin og fleiri að gera, heldur kannski einhverjum öðrum verkefnum sem ég ætla ekkert að kommentera á. En sko, svolítið af þeim sem sagt að fá sem sagt fé, jafnvel frá fleiri en einu ráðuneyti í sama verkefnið, eða svipuð. Og ég ætlaði bara að komast að þessu bara til að fá þetta fram, þegar ég á eftir að vinna úr svörunum. Það fá yfirsýn yfir þetta. Já. En það breyting, við höfum verið að segja sko, hvort sem þessi samtök eða fleiri, að það alltaf að fjölga þessu sem að fara í vasaðins opinbera og að fara, nú ég ekki að meina ykkur, að fara að spena hjá ráðuneytunum eða öðrum, ég kalla það að spena vegna þess að við kannski sem að vorum á fulli sjálfbálið eins og íþróttafélögunum, bara þetta var alveg brjálæðsleg vinna og það bara ekki auðvelt að fá fólki sjálfboðavinnu í íþróttafélögum í dag. Og hvar ætlaðu þau að fá peninga? Hvernig ætlaðu þau að fá? Hvernig ætlaðu þau að tala við? Fyrirtæki voru að styðja við þetta og svona, en það þarf að sækja það og það þarf að vera með alls konar uppákomur og núna eru þorrablótin allt svona. Hvað haldið það sé mikil vinna á bakvið þetta? Og hvað haldið þið að það sé mikil vinna á bakvið þessara hjálparsamtaka eins og hjálparstarf kirkjunar eða fjölskylduhjálp eða hvað sem það heitir, að það bara, þetta gríðarleg vinna að sækja fé eða máltíðir og svo framvegis. En sko, ef við segjum að allt svona sjálfbólu bara hætti, þá eitthvað annað sem að dettur upp fyrir, eða þú veist, það ekki til endalaus peningar. Þannig að það þá bara frekar að fara yfir þetta og skoða og forgangsráða og allt þetta, því að núna
eru stéttarfélögin farin að tala hvað er dýrt í íþróttir. Og ég bara þekki til þar sem að sko þjálfunarstyrkir og annað, það valla dugar hjá sveitarfélögunum, það dugar ekki einu sinni fyrir þjálfarana sko. Og þannig að ef að fjölgar í íþróttunum þá bara íþróttafélögin vondu málum en þeir vilja fjölga. Hérna auðvitaðalandi, ég held að það verið keypt hjá Hjálparstofnun kirkjunnar að þegar ég var 60 fyrir löngu síðan, að þá fékk ég meðal annars í afmælisgjöf 2 geitur. Það er ekki frá ykkur? Jú. Já. Við náttúrulega erum með alls konar svona gjafabréf. Stærsti hlutin okkar fjármagni kemur sko frá fyrirtækjum almenningi. Það er nú bara grunnurinn þannig. En sko ég hef talað fyrir því mörg ár að öll börn á Íslandi eiga að fá eina tómstund fría og þá er það með klæðnaði og mótum öllu. Og sveitarfélögin hætta bara frístundastyrknum og leggja hann inn í eitthvað svona sjóð sem er samir sveitarfélög og ríki og þannig að öll börn fái eina tómstund. Svo ef að börnin þurfa tómstundum með 2 eða 3 þá er það bara foreldrana. En bara, ég er búin að vinna hérna í hjálparstofunni yfir 20 ár og sé þessa gífurlega mismunum hvað er og núna er komin september og þá eru mörg börn sem hætta því þá er tómstundastyrkun algjörlega uppurinn. Og er að missa úr og þurfa það kannski að bíða afturstandi í janúar eða safna skuldum í íþróttafélagunum. Sumir íþróttafélög að fylta pening og geta stutt börnin, aðrir ekki krónur, geta ekki stutt börnin. Þetta er bara mikil mismun. Já. En í hinu orðinu erum við öll sammála það að íþróttastarf fyrir börn sé mjög mikilvægt og komið í veg fyrir alls konar hliðarspor og ógæfum. Algjörlega. Þannig að þetta er líka bara spurning það er alltaf talað styrkur til íþróttafélagana. Styrkur, bara hjá sveitarfélögunum og styrkur ef að ríki að setja eitthvað í eitthvað. Að þá bara í rauninni er þetta bara rekstur að hluta til. En ég bara segja að það þarf að fá einhverstað pening, sko. Af því að það eru bara uppbygging íþróttar mannvirkja og annað er brjálæðslega dýrt og svo er það að reka þessi íþróttafélög. Svo já, ég segi það, það er allir konar laun sko, því að við vorum púkar í KR, þá voru hérna allir og þeir voru allt í sjálfbáðvinni sko. Maður fara að hugsa þetta eftir á hvað þessi menn lögðu að fórnuðu miklu bara af sínu lífi og fjölskyldu og ólaunaðir menn þá. Það er sér að tala með sjálfbáðvinna, hún er alltaf miklu. Þetta er ólaunaðir menn sko sem voru bara á KR-vellinu bara alltaf eftir vinnu lauk á daginn og fram við myrkur. Ég segi það, en núna náttúrulega er þetta allir konar laun, menn bara í fullu starfi og þá kostar það náttúrulega rosalega. Það verður að skilgreina hvar á að sækja þessa peninga og þetta er samt sem áður er agalega sárt að horfa upp á þetta að svo eru komnar alls konar mót erlendis og það eru bara ekki allir foreldrar sem að bara ráða við það að skaffa þetta fyrir börnin sín og þetta er bara ég meina það eru margir foreldrar bara fórna gífulega miklu að barnið þeirra geti tekið þátt. En mér finnst einmitt sko þessi umræða sem að við höfum verið, sko við leittast út í þessa umræðu, mér finnst svona aðalatriðið og ég er alveg þar líka að sko að þegar við erum að tala að hjálpa þeim sem minna mega sín, þá eigum að hjálpa þeim sem minna mega sín. En mér finnst það mengi er að mínumati, nú kemur sprengja, ég taka við að snorra, að mínumati, að mér finnst það skilgreint, þú veist, hverju er risa hópur af öryrkjum bara eða fólki á atvinnuleysisskrá eru bara karlmenn á aldrinum 18 til 30 ára. Þetta er risa hópur. Það er ekki rétt. Ég veit að það eru konur 60 ára og eldri sem er stærsti hópur öryrkja. Í Reykjanesbæ vorum við fengum við þessa tölur. 18 til, ég meina, man ekki hvort það sé við 18 til 24 eða 30. Það er gríðalegu fjöldi þar sem að eru sko, það eru atvinnuleysisbótum eða öryrkjar og þar er verið að vinna bara stanslaust í að koma fólk í virkni og það er bara gott starfið svo í virk og svona en þarna erum við að gera eitthvað rámt og þegar að stækkar mengið það hefur línurit yfir öryrkja hefur hækkað. Er ég að segja að öryrkjar er ekki öryrkjar? Nei, ég get það ekki. Nei. En hverju er þessi lína og kurva svona að hækka? Við mögum alveg spyrja okkur að því. Já, og líka það að hérna og þetta þekkir þú betur heldur en ég, en sjúkrasjóðir hjá verkalýðsfélögunum er að verða upp þurrir vegna þess að
og ég ger ekki lítið úr því, en svo var tíðin að maður fekk styrkti gleröll að kaupa á eitthvað svoleiðis og ég kannaði það nú einhvern tímann fyrir ekki svo löngu síðan, allt uppburið og það út af kulnun. Það að segja að sjúkraþjóðir verkalýðsfélagana eru að þurrkast upp út af kulnun og það orðin mikil örorkubyrði hjá verkalýðsfélagum sem var ekki hér áður og hún var hjá erfiðismanna verkalýðsfélagunum og þá voru menn náttúrulega á sjó að verða fyrir slysum og ég veit ekki hvað þetta var. Nú til dæmis bara eins og VFR að þeirra sem sagt örorkuhlutfall orðið gríðarlega stórt og eins og ég segja aftur, ég ger ekki lítið úr því en ég man alltaf eftir því að þegar við Vilborg sátum saman í nefndinni á sínum tíma og vorum að reyna að samfæra öryrkja að taka upp starfsgetumat vegna þess að þá væri þetta ekki annarkvort það að þú væri 75% öryrki eða fengir ekki neitt eins og gamla kerfið var og við vorum að reyna að selja þeim þessa hugmynd að hver ætti að geta notið sín síðan að þetta er eitt sem vantaði inn í þá jöfnu og vantar enn það er það að opinberir aðilar ganga á undan með gott fordæmi og séu með hlutarstörf sem ekki og það er til dæmis bundið í sumum ríkjum Bandaríkjanna og það er bundið í Þýskalandi að ríkis apparatið og opinberir aðilar eiga að tryggja ákveðin fjöldastarfa fyrir fólk með skerta starfsgetu og ég meina Kanadinn örgulega pæli fólki sem er búið að skjóta lappjötan undan eða eitthvað slíkt sjáði ég ætla ekki að gera lítið úr því og við erum sem betur vera ekki með þann vanda en við erum með annan vanda sem er ekki ómerkilegri nema síður sé málið hins vegar þetta það að vísu hægt að koma mönnum á fætur með hjálp össurar sem hafa orðið fyrir vondum meiðslum en það er hægt að virkja fólk sem hefur orðið fyrir andlegum áföllum en það tekur tíma og ég man líka eftir því úr nefndinni sem að við vorum við Vilborg þá vorum við með að tala að teygja þann tíma sem er talað sem sagt örorkubætur og sérstakar bætur fyrir þá sem er í virkni endurhæfingar hlutin og þann tíma sem þarf og ég man að á þessum tíma í nefndinni þá var þessi tími lengdur verulega meðal annars að sænskri fyrirmynd En hvað segir Guðmundur? Er þetta þannig? Er sjúkrasjóðinni bara... Já, þetta fara náttúrulega bara aukast, álagið... Ég minni, þú hefur þetta sagt mér það að það verið til líka stéttarfélög sem að rækja sig bara á sjúkrasjóðum. Það er nú hlutur sem að ég var nú að reyna að koma svolítið á framfæri og ESA vildi nú ekki taka þátt í því að því að það myndi hrópla færi ykkur í fílu en það eru stéttarfélög sem hafa í gegnum tíðina verið að nota ótrúlega stóran hluta af sjúkrasjóðunum. Já, ég meina að þeir bara nota það er reksturinn og en síðan má ekki gleyma því að hægt og rólega í gegnum árin þá var alltaf að koma með eitthvað krafa fleiri styrki og fleiri tegundur af styrktum þannig að, og ef að eitt félag byrjaði þá náttúrulega urðu allir hina á eftir þannig að þetta hefur verið og þetta er náttúrulega auka þetta vandamála að sjóðirnir ekki að standa undir þessu, að það er gjaldið og ég var nú orðin svo þreyttur á þessu, ég ætlaði nú bara undir lokin að fá bara SA inn í stjórn sjúkrasjóðsins, að þeir borga inn í þetta til að reyna svona hjálpa okkur að taka á samaburðunum, en aðamálið í þessu varðandi þetta er náttúrulega það að ég man það var stærsta sjokki mitt þegar við vorum að koma virk á koppinn að það voru svona að koma erlendir aðilar og maður hafði svo sem ekki alveg síðan haft neina innsýn í þetta en ég man alltaf að það var bara á Bretlandi og svo Kanada og þá voru að segja, þá voru erlendar rannsóknir að fólk sem væri búið að vera lengur en 10 mánuði af vinnumarkaði, það var ekki með 20% af þeim sem kom tilbaka og til dæmis eftir mikla atvinnuleysið í Reykjanesbæ eftir hrun og þegar var búið að lengja atvinnuleysistímabil í 4 ár að þegar svo átti að stytta það þá kom það að ljósa að helmingurinn af þessu fólki var svo illa statt
félagslega, einangrað og allavega. Þegar herinn fer náttúrulega bara gríðarlega. Og það var bara ekki hæft í að fara á vinnumarkaðinn hjálparlaust, sko. Þannig að það svona, þessi við erum kannski að tala svona núna, þetta hafa alls konar skoðun á þessu, en þetta samt sem áður, það sem stendur eftir, að ef við náum ekki að grípa þetta fólk, koma því í virkni og koma því úr einangrunni, og þá erum við bara komin með lifetime problem, sko, fyrir ekki. En rétt sem hún segir, náttúrulega fjölguna á örorku er náttúrulega birtingamynd einhvers vanda sem sem við höfum bara ekki verið duglega að taka á. Og það er það sem við þurfum að gera. Meina, eins og núna kemur fram í rannsókn að konur 60 ára og eldri eru stærstu hlutan þeim sem eru nýgengni inn á örorku. Þetta er bara konur sem eru slitnar, búnar á því. En svo er þetta annað líka sem var eitt stóra svona áfallið eða sjokkið í þessu sem var nú hann til lokin þegar ég var að hætta í þessu að það var verið að reyna að fá okkur það svakalegu stór hópur af ungu fólki 18 þá til svona 27 ára gamall sem að hvorki funkar á vinnumarkaði eða nei og bara félagslega einangrað og það var verið að reyna að fá okkur til að koma með einhverja peninga til að hjálpa þessum hópi að því að ríki þetta sko neikvæð breyting á seinna árum frá fyrir tímum. Já, ég held að því þetta er alltaf að stækka, því krakkar í tölvuleikjónum, þetta var svona að því viljaðum annarlæsa þetta að því að ríkið er ekki að skaffa neina peninga í einhverja svona sálfræðastoð fyrir þetta fólk og það mátti að reyna að gera það, setja það á okkur en auðvitað var þetta vandamála því að samkvæmt lögum virk þá náttúrulega verður fólk að koma úr vinnu og vera búin að borga inn í þetta til að æga réttindin en ég er nú bara að segja þetta svona að því að þessi hópur var alveg ótrúlega stór og hann hafði enga afgang að neittinu hjálp. Ég man eftir því svona rétt á að ég fór á þingi að þá man ég einmitt eftir statistik sem að tók undir þetta að til dæmis áhætta ungra karlmanna frá 18 til alltaf 30, mest 18-24 að það var bæði hætta á fyrsta lagi örorku, sjálfsvígum, atvinnuleysi mjög áberandi og þetta var þá líka þetta hangir saman við þetta vandamál sem við höfum verið að tala stundum og má kannski ekki tala stundum að það er hvernig drengjum líður í skólakerfinu og hvernig er búið að áratugum vil ég segja saman búið að skemma fyrir fólki sem að er ekki bókneitt eins og maður segir en fungerar mjög vel til þess að vinna með höndunum sem ég geti til dæmis ekki gert að ég man alltaf eftir því að ég sat einu sinni á fundi þar sem Margrét Pála var einn af ræðumönnum og þetta var Essa var með starfastelpur og fleiri og hún sagði okkur sögu af einum dreng sem að hún hafði verið með í Hjallaleikskóla og hann hafði verið einn af þeim sem hrapaði út úr skólakerfinu og eins og við vitum þá hrapa margir af þessum drengjum út úr skólakerfinu og þeir kom ekki aftur því að sumir þeirra lifa ekki af og svo framvegis, lendi í óreglu og alls konar, aðrir eru heppnir og koma tilbaka og hún sagði að þarna var einn drengur sem að henni var svona eftirminnilegur að hann hafði segð þrapa át úr kerfinu, lendi í óreglu, kom tilbaka undir 30-aldurinn og sýndi þá öllum að það var rétt sem að hann vissi sjálfur þegar hann var bara pínulítið drengur að hann var besti gröfumaður á Íslandi. Einn af þeim sem að raðar upp steinum með gröfu, varnargörðum og ég bara hef aðdáðan á slíkum mönnu því ég skil ekki hvernig þetta er hægt. En þarna var dæmi það og þau eru fjölda mörg að fólk sem að vill gjarnan og svo kemur það upp og þetta er stjórnmálamönnum að kenna það kemur upp fyrir nokkrum árum síðan að því menn fara að tala af hverju öllum ítt fyrst í framhaldsskóla sem þeir funkar ekki og menn fara að tala að það rýmsar ástæðu fyrir því en þegar öll er að bóna kvöld þá er það út af því að ríki var að spara sér peninga út af því að hvert verknámssæti er dýrt
Það er nú breyting á því núna. Nú verknámsskólinni bara allir uppteknir og meira það. En það er samt búið að henda út 700 manns á ári í 2 ár. Já, en við skulum samt átt okkur á því og það er algjör umbylting með verknámið að það var alltaf hægt að komast að því og svo er léttlega líka út af kjarasamningum að þá er erfitt að komast að samning að það ef að hækka það mikið laun hjá nemum í verknámi. En mér langar aðeins varandi sko þetta sem við erum að ræða. Þetta er auðvitað samfélagsbreyting, sko að bara millialdurinn og eldri, við vorum öll bara að vinna, þú veist, það var bara barnaþrælkun, byrjuðum 12 ára og vorum bara í alvöru vinnu og svona og þannig að, og krakkar svona ungir, þau fengu vinnu. En það er ekkit auðvelt í dag að fá vinnu. Það er bara, þú lappar ekkit inn og fara vinnu. Þannig að það er bara, þú veist, bara oft á Íslandi hver þekki hvern og svona. Þannig að það hefur fækkað svo þessari vinnu sem þessi krakkar fengu. Hitt er, í öðru lagi, það er að það er komin svo rosaleg verðbólga á menntun. Og þá kem ég að því sem Þorsteinn var að tala að þeir sem að eru góðir í þessu að bara, þú veist, iðnmenntun, þar sem þú ert frábær í iðnmenntun, þá hefur hækkað mjög mikið menntunarkrafan og menn er ekki með millistíð sem að er kannski, þú þurfir ekki kannski að vera hámenntaður húsasmiðarmeistari eða húsasmiður eða eitthvað, eða pípari eða eitthvað, eða þá bara hreinlega þú þurfi ekki allir að fara í háskóla og það er í öllum störfum þá er bara komin ákveðin krafa á menntun. Það er bara, það er verðbólga þar. Þannig að mér finnst sko samfélagsbreytingi svo hefur bara fækkað störfum út af ákveðnum tækni og svona, en út af öllum þessum þjóðfélagsbreytingum þá erum við að lenda, og mér finnst þetta gott sem þú ert að segja, með konur sem að eru 60 plus, þetta eru flestara þegar ég var formað samtaka verslunar og þjónustu, þá sáum við þetta að það var að fækka svo mikið í þessum aldri, eflaust bara erfiðara fyrir að fá vinnu, kannski tæknin búin að fara að stríða, þær vera úreltar eða að ekki hefur verið nógu mikið hugað að endurmenntun og svona, þannig að menn verða bara úreltar á vinnumarkaði. Líkamlega. Já, en ég held að því að hún talaði um slit, ég vil líka nefna þetta, að það er bara erfiðara ef að þú ert ómenntaður að komast inn á vinnumarkaðin 60 heldur en þarna áður. Þannig að þetta er bara samfélagsbreyting, en við þurfum náttúrulega að grípa inn í og bara ekki setjast niður og greina. Þetta er sko, þetta var mér þess að þegar ég var í SA og við vorum hérna í kjarasamningsviðræðum að þá bara, sko, voru menn að horfa á súluna með öryrkjana. Hvað gerðu við? Það var virk sem er bara frábært starf og hefur verið með ótrúlega árangur, en það er bara ekki nóg. En mér langar að bæta við, sko, að því við fórum inn á þessu umræðu var eins og virka, sem ég var að tala um þetta unga fólk sem við vorum að, en þegar það var farið að rannsaka hver ástæðan á þessu var, það var nú svolítið skrítin sko niðurstaða sem hefur ekkert verið haldið kannski mikið á lofti, en stórhluta þessum krökkum, þau hafðu fengið greining í skóla og urðu þá einhvern veginn öðruvís en hin og höfðu svo lent svona út undan, skiljið hvað meina. Og það var eiginlega aðal ástæðan sem að menn fundu að okkur þessi krakkar lentu einhvern veginn út úr öllu, og það var þessar greiningar sem þau fengu, þá fengu þau svona ákveðin stimpil, skiljiði. Ég var alltaf sagt að þessar greiningar hefði verið komna því ég var í skóla, ég hefði verið læstur inni eða var ekki búið að hleypa mér út ennþá, sko. Bara, þú veist, ég var nú ekki betri en það, sko. Á tímabili voru, sko, eitthvað sveitafélag, veit ekki hvort það sé ennþá, sem að tóku sér til og fóru, sko, og hringdu og heimsóttu öll ungmennin, þarna, sem ekki voru í hvorki vinnu skólan á atvinnuleysisbótum eða einstæðar og buðu þeim stuðning og það gaf mjög góða raun. En við þurfum svolítið sko bara að leita upp í fólk og bjóða þeim þjónustu sem hæfir þeim. Og við höfum bara svolítið kerfi hérna í Íslandi, við erum svolítið, það er bara þessi kassi eða hinn. Og ég held að það sé bara að sýna sig að það hefur bara ekki verið að virka. Við þurfum að hafa miklu meira einstaklingsmiðaða þjónustu við þann hóp sem að er, sko, sem að er þessi, sko, er að detta út af vinnumarkaðanum og unga fólki okkar til að geta mætt þeim og það er bara eitthvað sem að við kunnum ekki hérna, við erum alltaf með sama kerfi fyrir alla, það er bara einu uppskrift og hún virkar ekki, þá er það bara kompjúta sér nóg. En er ekki líka, mér finnst þegar að vera að ræða þessi mál og við erum tóltið að detta inn í það, að þá erum við að tala fólk sem að eru kannski komin á örorkubætur og síðan sækja þau hjá sveitarfélögunum, þau eru allt og lága tekjur, þannig að það þarf að fara inn í félagslega kerfið, það má ekki vera með ofháa tekjur þar, því að þá færði ekki að vera í íbúðinni, þannig að þú ert að fá einhverja framfærslu og ódýrara húsnæði og svo framvegis og í staðinn fyrir að líta á þetta hinn veginn
hvað hægt að gera til þess að viðkomandi geti bjargað sér sjálfur. Og ég hef sagt með óhagnaðardriflu leigufélögin sem hafa verið að koma að þau eru góða þýleiti til að þú mátt hækka í tekjum en þá breytist bara leigan. En það sem að trufla mig og ég sé þetta í Reykjavík og ég sé þetta líka hjá nokkru sveitarfélögum að þar félagslegt kerfi og svo eru þessi óhagnaðardrifnu. Það bætist bara ofan á. Og þá segi ég nú bara eins og þú með hvítu karlmennina en hini sem að vinna ég segi svona, þú veist, ég meina við getum ekki endalaust spætt hérna upp á í staði fyrir að skoða hvernig komum við í veg fyrir vandan sko, eða áskorunna en ég vil sjá bara í staðin fyrir félagslega kerfi að koma þetta svolítið óhagnaðardrifna sem á að hvetja fólk bara til þess að bjarga sér sjálft og hjálpa svo fólki í virkni, bara að fólk fara að vinna því að andleg veikindi verða bara hreinlega oft ef að þú ert ekki með vinnu og ert ekki aktífur í samfélaginu. Þú einangrast og lokast inni. Ég vil gera eitthvað þar til þess að koma fólki í virkni ef það hægt. Og þetta alveg hárrétt sem hann að segja þegar við erum búin að vera að skoða þetta. Við skulum líka átta okkur á því að þetta atvinnuleysisbæturnar, þetta dettur síðan inn á framfærslu sveitarfélagana. Þannig að síðan erum við núna búin að vera greinilega að flytja inn atvinnuleysi vegna þess að það bil helmingur af þeim sem eru á atvinnuleysisbótum í dag eru erlendir ríkisborgarar sem við höfum flutt inn það svo hátt? Og sem hefur svo erlendir ríkisborgarar sem við höfum flutt inn til þess að vinna fyrir okkur en síðan missaði vinnuna og það var núna bara eitt af fyrstu embættisverkum Ingu Sæland held ég að stytta atvinnuleysistímabili hér sem voru 30 mánuðir niður í 24 sem sami skammtur og í Danmörku til dæmis. Og auka leiðinni þá stuðning við þann sem atvinnulaus. Nú það þannig og þú þekkir þetta ég var bara strák í Danmörku eins og þú átt stelpu í Danmörku og Danir eru svo harðir að þeir sjá vel fólk sem atvinnulaust en ef þú sækir ekki 1 til 7 störf á dag þeir eru með IP-tölun á tölvunni þinni ef þú gerir það ekki þá hrinnur út af bótum og ef þú ert á framfæri sveitarfélags og þeir bíða á Kastrup og ef þú kemur úr sólarlandaferð þá ertu út þannig að þeir eru þeir hugsa vel sitt fólk en það er rammi, það eru reglur það eru kröfur en leiðinni meiri stuðningur. Við erum með kröfur oft en enga stuðning. Það er það sem við höfum. Við setjum aldrei pening í stuðningin, við gerum bara kröfur. Við gerum kröfur það að þú talir íslensku og að gera þetta en við setjum ekki pening í íslensku kennsluna. Við gerum kröfur þau aðlæðast íslensku samfélagi, við gerum ekki námskeið sem að þú getur sótt til að geta aðlæðast íslensku samfélagi. Danir gera kröfur en bjóða leiðinni stuðningi til þess. Dóttir mér í félagsráðgjöf úti þannig að við tölum saman hans í daglegum störfin okkar. Hvernig þetta er. En í mínu starfi, ég er búin að starfa 22 ár fyrir hjálparstarfi kirkjunnar. Fólki sem er fast hjá okkur eru Íslendingar. Einstæðar konur og örorkubótum sem að veri sumar allir með starfsæfir. Erlendir ríkisborgararnir sem eru að koma útlendingarnir, þeir koma í skamman tíma þar að vinna og hverfa frá okkur. Svo kannski missaði vinnuna aftur og að því að þeir eru kannski fyrstir út af vinnumarkaðanum þá koma að sækja aðstöð. En þeir eru ekki fastir þarna. Þannig að þetta er mjög mismælt hvernig þessi hópur er. Og ég veit engan af þessum sem er að sækja til okkar sem að nánast ekki vill vinna. Bara ég verð alveg að segja það. Eins og Austur-Evrópubúarnir, Pólverjar, þeir bara eru komni mjög fljótt aftur í vinnu. En þeir eru líka oft fyrstir út og það er kannski frekar haldið einhvern lélegan Íslending heldur en góðan Pólverja. Svo sé stundum óreglan á vinnustöðum líka, því miður. Ég ætla samt að segja, að því að ég þekki til. Ég bý í Reykjanesbæ og það er mjög mikill hluti, það er 30% erlendubergi brotin og þetta er fjölmenningarsamfélag þarna. Og við erum með mikið að frábærum, að því að þú talar Pólverja, pólska samfélagi er mjög stórt. Og það er alveg þekkt að þetta er dugnað fólk og upp til hópa. Og síðan erum við með aðra þjóðflokka og þetta er bara auðvitað mismunandi en mikið margt í vinnu og annað ekki. Það sem að við var aftur á móti, ef við tölum aftur Pólverjana eða einhverja aðra, að það er að Vinnumálastofnun er í rauninni að gefa þeim heimild
Nú er ég að segja hvernig þetta var. Ég, sko, fyrir svona árið síðan. Kannski búið að breyta það því maður er alltaf hræddur að vera gasbreyka. Ég vil að ég sé að segja rétta hluti, en þetta var svona, sko. Að þá gátu Pólverjarnir farið til heimalandsins og verið í atvinnuleit. Það er virk atvinnuleit. En akkur ættu þeir að fara að vinna þar þegar að launamunurinn er svona brjálæðislega mikill? Þú veist, að það er það sem sko, og þá er ég að tala um atvinnurekendur sem að voru bara hreinlega að segja þetta við okkur og allir flokkar þekki þetta, stjórnmálaflokkar þekki þetta í Reykjanesbæ. Þeir voru að segja að það voru margir sem vildu láta segja sér upp, svo ég kæmist á atvinnurekendur af því að þeir vildu fara til síns heimalands og vera þar og komið svo aftur, fóra að vinna og svona. Það er bara mjög flókið dæmi og þess vegna er ég sammála þegar þeir eru að tala um við þurfum að vera þetta með harðari, sko, vera með alveg kröfur, en við þurfum að víkka það. Við mögum líka ekki fara að líta niður á, ég meina ef fólk er atvinnulaust, en við erum kannski að líta niður á það því að það þekki allir einhverja sögu og misnotkun. Og þá eru þeir sem sannar eru atvinnulausir og vilja og eru að leita og fá eilíft nei, að þeir eru bara lítillækkaðir í umræðinu sem er ekki boði, skil ég hvað er að meina. Þannig að þetta er flókin umræða, en mér finnst alveg meira takana, en við höfum verið að nú er Vinnumálastofnun, nú er verið að draga úr bara stuðningi við Vinnumálastofnuna því að það hefur aukist vinna, en sko ég er ekki að segja að Vinnumálastofnun sé endilega rétt og þetta fer svolítið eftir starfsfólki sveitafélagana. Akkurat eins og hún er að segja. Við höfum verið með og erum mörg sveitafélög með frábært starfsfólk sem bara hreinlega sækir fólki sem að er bara kallar það í viðtal og hjálpar hann með vinnu og bara hringir, sko ég veit eina sem bara hringdi á mótnan og sagði, heyrðu, ertu ekki komin að fætur, þú ert að fara í vinnu, skiljið, þú veist, og það bara var til þess að við komum að vinna, þannig að þessi félagslegi stöðningur. Heyrðu, nú erum við búin að tala út tíman okkar og aðeins betur endar, en þetta er í fyrsta sinn bara í mjög langa tíma sem að ég hafði ekkert hlutverk mér finnst þetta alveg dásamlegt að hlusta á ykkur. En ég er búin að komast til einu. Maður þarf greinilega að vera káringur til að komast á rauðaborðið. Við erum 3 káringar. Nei, reyndar óskeri káir, sko. En svo fór ég að svíkja stundamerkjum þegar ég fór í Kópavoginn og krakkarnir fóru að æfa með Breiðablik, þá var maður búin að vera Breiðablik líka og barnabörnin. Þetta er akkurat döfug saga, sko, vegna þess að ég er ættlindur káringur. Fættur Kópavogsbúi, sko. Þannig að ég byrjaði í Grænn en endaði Rauðtóttur. En auðvitað hefur maður sína tilfinningar alltaf. Já. Herðu en hérna, Þorsteinn, Guðmundur, Margrét og Vilborg, þakka ykkur fyrir komuna. Og þið bara staldið við, það tekur eitthvað við að þessu spjalli loknu. Sæla sinni. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.